Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitarfélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi í Dalvíkurbyggð. Dalvíkurbyggð sveitarfélag við vestanverðan Eyjafjörð. Sveitarfélagið skiptist upp í byggðakjarnana Dalvík, Árskógssand og Hauganes auk fjölda sveitabæja. Íbúar sveitarfélagsins eru tæplega 2000 og stærstur hluti þeirra býr á Dalvík. Blómlegt menningar og atvinnulíf á svæðinu, en það sést einna best á fiskideginum mikla sem haldinn á Dalvík aðra helgina í ágúst á ári hverju. Þó fiskidagurinn mikli sé vafalítið það sem dregur flesta ferðamenn til Dalvíkur ýmislegt annað í bænum sem vel heimsóknarinnar virði. Byggðasafnið Hvoll fræðandi og skemmtilegt safn og munir safnsins eru flestir af heimilum í Dalvíkurbyggð. Á safninu eru ýmis áhöld og innanstokksmunir frá fyrri tíð sem vitna þróun verkmenningar á Dalvík og nágrenni og sögu byggðarinnar. Einnig má sjá þar skrautmuni af ýmsum toga unna af hagleiksfólki á svæðinu. Safnið spennandi áfangastaður fyrir unga sem aldna. Núna, nákvæmlega þetta árið, þá erum við tvær að setja upp sýningar hérna einu sinni í mánuði. Þá fekk ég með mér Margréti Guðmundsdóttur sagnfræðing á Akureyri. Við erum að setja upp sýningu konur úr Dalvíkurbyggð eina í mánuði. Þannig að við erum búin að velja 12 konur. Og ægilega mikið hernaðarleyndarmál hver næsta kona. Já, þannig að það veit enginn fyrir sýninguna? Nei, það veit enginn, bara við Margrét. Og Margrét skrifa text en ég hanna sýninguna og sé svona það. Og í næsta sumar þá verður sýning á öllum þessum konum. Já. Það næsta sumarsýning. Þannig að ég alltaf stöðugt að vinna að sýningum og ég vinn sýningar alveg 3-4 ár fram í tíman. En þessi sýning, þetta tilefni 100 ára afmælisins? Já, og við erum búin að fá svolítið styrkjum í þessa sýningu, þannig að við getum gert þetta. Safnið fékk nýlega einhvers konar viðurkenningu? Já, svo það þarf alltaf að vera eitthvað að gera meiri kröfutökar. En það af því, af Alþingi og safnaráð, það langar til að hafa ákveðin standard á söfnum. Þannig að við getum litið á þetta. Við vinnum samkvæmt safnalögum og svo eru mjög margir sem að reka setur og sýningar og það ekki söfn. Þannig að til þess að geta fengið viðurkenningu Alþingis á því að safn sé viðurkennt, eins og kallað þá þarf að uppfylla mjög mörg skilyrði. Það þarf að vera menntaður starfsmaður, það þarf að vera skráning í sarp. Heilbrigðis eftirlitið þarf að vera búið að koma, öryggismál þurfa að vera í lagi og fleira. Það mjög mikil atriði og þetta þurftum við alltaf gera. En maður búin að vera að gera jafnt og þétt þessi ár sem ég búin að vera, það höfum við alltaf verið að vinna samkvæmt lögum og samkvæmt að þessu að gera þetta að svona stofnun, rannsóknarstofnun í rauninni. Hér líka unnar rannsóknir, þess vegna getum að fengja. Ef við myndum ekki sinna neinum rannsóknum, þá fengjum við ekki viðurkenningu og svona ýmislegt. Þú varst búin að velja nokkra hluti sem þér finnst merkilegir eða merkilegastir kannski á safninu. Ertu til í að segja okkur hvað þú valdir? Já. Ég valdi hérna kjól sem einn af mínum uppáhaldshlutum. Ég verð bara að segja það. Safninu fékk hana kjól fyrir, ég segi alltaf fyrir 7 árum af því það sem sagt einhver ár síðan, 7-8 ár, þá kemur hér kona sem búsett á Þingeyri og hennar fjölskylda hafði fengið þennan kjól frá foreldrum og það var vinnukona sem átti þennan kjól, Steinunn Sigurðardóttir. Og sú kona dó 1920, hún hafði bara elskað þessa flík af því einhver góð kona hafði gefið henni þessa flík. Og þannig bara þótti henni svo vænt þetta og hún kallaði þennan kjól Altersgöngukjól. Já. Já.
Ég tók við þessum kjól, þá var hann bara allir í krumpu því þannig var hann bara geymdur og maður hugsaði, allir þetta sé hægt að forverja eða laga, ég textilforvörður, þannig að ég fór og fekk aðstöðu á Þjóðminjasafninu til að forverja hennar kjól og það bara kemur í ljós við nánari rannsókn að þetta bara alveg stórmerkilegur kjól og samkvæmt minni kunnáttu þá sé ég að hann svona frá 1860-70. Hann handsaumaður með svo fallegu spori að ég bara á ekki til eitt einast orð. Ég bara náttúrulega alveg dolfallin. Hann svo fallegur og falleg vinna og fallegt, upphaflegt efni á honum og þetta þessi stíll, ermarnar niður á axlirnar og algjörlega dásamlegur og ofboðslega vel með farin miðað við. Og svo varstu með eitthvað verkfæri? Já, það var grasajárn. Ég vel það nú bara því að mér finnst það svo ótrúlega fallegt form og sérkennilegt og svo ég með fjallagrasadellu mikla. Já. Þannig að, já, þetta svona grasajárn sem fjallagrösin voru skorið með og ennu grös. Þessu grasajárni þarna niðri á fyrstu hæð eigandi notaði líka til að skera möl, þannig að þetta allt notað á margan hátt, en þetta heitir grasajárn, en þetta bara svo fallegt og þú sérð ekki svona. Er þetta form, nú hef ég ekki séð mörg grasajárn, en þetta form ólíkt öðrum? Nei. Ég hef séð svona en bara, mér finnst þetta bara svo fallegt. Já, og svo að lokum það hérna þessi skápur. Já, ég valdi þennan skáp af því að við vitum ekkert hann og ég bara kalla á fólk hérna núna ef einhver skildi þekkja þennan skáp eða útskurðin eða þið myndu vilja kannski eftir taka myndir á hann. Þá hann sem sagt settur saman úr ólíkum viði. Þessi sem sker þennan bút út er ekki sá sami og sker þetta út hérna og mér finnst bara svo gaman að sjá hvernig fólk hefur alltaf alla tíð sóst eftir skreytingu. Já. Þú veist, þegar meðan að fólk var að skreyta hallir í útlöndum með málingu og gyllingu, þá voru Íslendingar að skreyta úr svona trjábútum. Mér finnst eitthvað alveg ótrúlega fallegt við það. Hvar fékkstu þennan skáp? Já, þessi skápur var hérna á safninu þegar ég kom og hann fannst á Skeiði hérna fram í Svarfaðardal. Þar voru miklu hægleiksmenn, flotti smiðir og svona á Skeiði, en þau vita því miður ekki nógu mikið skápinn. Ég er búin að vera að reyna að fá upplýsingar hann, en ég sé að það eru trénaglar í honum og ég sé að hann einhvern tímann, hann eldgamall, svona einhvern tímann frá 1800 eitthvað en svo eitthvað búið að vera, þetta til dæmis stálnagli. Þannig að svo líka bara dálítið gaman að benda á þegar áður fyrr þá voru gripir merktir á söfnum, hérna sjáu þið 146, þetta náttúrulega myndi ekki nokkur einasti safnmaður gera í dag að merkja framan á með hvítu bleki sem ekki hægt að ná af. En hvenær þetta gert? Svona 85-86. Þannig að það ekki lengra síðan? Nei, það ekki lengra síðan. Þetta bara, við höfum lært svo mikið Íslendingar síðastliðin 20-30 ára á söfnum og það bara mjög hár standard í íslensku söfnum í dag. Það fólk vel menntað, fólk fer mikið til útlanda og ég lærði í textilframleiðslu erlendis og fólk bara hámenntað og nú hægt að læra safnafræði í Háskóla Íslands. En já, þannig að það mjög gaman. Ég myndi gjarnan vilja fá einhver aðstoð hérna. Ég hef grunum og ég ætla að fá að koma hérna við. Já. Það má náttúrulega enginn án og ég ætti að vera með hvíta hanska. Það talað að sumir svona húsbændur hafi geymt í þessum skápum brennivíni sitt. Við getum bara trúa því líka með þennan. Við sjáum hvað þetta allt gamalt og yndislegt. Þetta bara alveg ótrúlega falleg mubla, við ekki sammála? Jú, en heldur þetta hafi verið, þetta einhver nýtni að líka skeyta þessu öllu saman hann á ólíku bútunum? Nýtni og þessi þörf fyrir að gera falleg. Já. Ég held að það svo ríkt í manninum bara, þið sjáu þetta alls þær í heiminum, í öllum litlum frummönnum eða þjóðarbrotum. Það eru allir að skreyta alltaf, konur og menn. Og mér finnst þetta bara talandi dæmi það. Við þurfum alltaf að gera eitthvað aðeins fallegra en að hafa þetta bara slétt.
Í Dalvíkurbyggð eru fjölmargar náttúruperlur og á góðum degi tilvalið að ganga í fallegri náttúrunni. Friðland Svarfdæla náttúruperla í Svarfaðardal en svæðið friðlendi ýmissa fuglategunda. Já, Friðland Svarfdæla, það svona sögulega það nú dálítið sérstakt. Þetta fyrsta votlendisfriðun á Íslandi, eða fyrsta friðland landsins svona eftir nýjum náttúruverndarlögum frá 1971. Það var stofnað 72 af bændum í Svarfaðardal og það nú merkilegt út af fyrir sig að bændur hafi stofnað friðland á þessum tímum þegar þeim var borgað fyrir að þurrka mýrar. En síðan þetta alveg gríðarlega svona ríkt af fuglalífi og það sem kannski sérstakt við það að það tiltölulega auðvelt að sjá fugla. Það svona þægileg aðkoma að þessu svæði og við höfum þar að ekki verið að bæta þessa aðkomu með alls konar stígum og merkingum og fuglaskoðunarhúsum og fleira, þannig að Og við stöndum nú einmitt hérna á glænýju mannverki. Já, þetta bara lengsta brú í Svarfaðardal og algjörlega nýbyggð, þar ekki búið að vígja hana. Ég var svo heppinn að fá hér til liðs við mig sjálfboðaliða héðan og þaðan úr heiminum, Seeds fólk. Og við rubbuðum upp þessari brú og hún þess eðlis að hún hvílir á svona flotholtum. Vandinn sá að það flæðir hér alltaf, sem betur fyrir því miður þá hefur nú ekki flætt ennþá, það vegna veðurs. En það gerir það alltaf á vorin og fram eftir sumri þá stendur vatnið mjög hátt, þannig að við höfum verið í svolítið vandræðum með að koma fólki í friðlandið. En nú það vandamál væntanlega úr sögunni því að við erum búin að smíða brú sem flýtur upp þegar flæðir. Þetta lítur ljómandi vel út og verður einmitt fínt að komast þurrum fótum hér yfir. Já. En í þessum fuglaskoðunarferðum þínum, hvað á fólk vonaði að sjá margar tegundir? Já, ég get alveg lofa fólki á milli 20 og 30 tegundum. Það einfalt að standa við það, en svona, já, ég segi nú ekki fleiri, en yfir 20 tegundir, það alveg ljóst. Reyndar þetta svæði hér, þetta eru 2 svæði sem eru svona göngustígar, það annars vegar hér við Húsabakka og hins vegar við Dalvík, út í Hrísahöfða sem heitir, og Hrísatjörn. Og þar hægt að sjá himbrima og flórgoða og lóm og þessar tegundir sem fuglaskoðunarfólk svolítið mikið að sækjast eftir. Eftir gönguna gott að slaka á í heitu vatni. Margir þekkja söguna af því þegar bakkabræður fengu sér fótabað í volgri laug en vissu svo ekki hver átti hvaða fætur þegar stíga átti upp úr vatninu. Þessi laug þeirra bræðra hefur verið endurbyggð og ferðafólk á leiðum Svarfaðardal getur farið í fótabað í lauginni og upplifa þannig söguna bakkabræður á alveg nýjan hátt. Við viljum meina að þetta sé laugin sem að bakkabræður tóku sitt fræga fótabað í og raun og veru þá kemur engin önnur lög til greina, þeir eru svardalingar eins og allir vita og svo sagt að þeir hafi fundið þessa laug og þetta voru snyrtimenni og þeir fóru alltaf að fara í fótabað og það kemur engin önnur, þetta eina heita laugin í Svarfaðardal, þannig að það kemur engin önnur lög til greina. Þannig að við höfum svona verið að bara eiginlega benda fólki á þetta upp á síðkastið að þarna sé laugin og aðeins var hér lagað til í kringum hana. Já, þið fóruð í að endurgera hana í fyrrasumar. Já, það voru sjálfboðaliðar, það svo frábært að fá sjálfboðaliða í svona hluti. Við höfum verið með sjálfboðaliða í ýmsum störfum hérna við Húsabakka og þeir tóku að sér að hlaða þessa laug. Hún hafði náttúrulega spilst frá tímum bakkabræðra. Það var hér reistur sundskáli sem hérna fyrir neðan, sundskáli Svarfdæla. Það merkileg stofnun og fyrsta yfirbyggða sundlaug á landinu, byggð með átaki sjálfboðaliða ungmennafélaga árið 1929. Og þá var vatnið í lauginni var úr annarri laug sem var hérna kannski norðar og gæti hafa verið laugin sem bakkabræður
voru í, ég veit það ekki, en okkur finnst þetta líklegra, þetta svona heitara vatn hérna. En það helgast líka því að síðan var borað hér 1966 eftir heitu vatni og þetta eru svona, það liggur hér smá vegaslóði að þessari laug og fyrir vikið þetta kannski svona upplæðara fyrir fólk að ganga eftir heldur en að gömlu lauginni. En varðandi sundskálan, þá skilst mér að það sé nýbúið að taka hann allan í gegn. Já, það var svona lokið við það í vetur að mála að það allt innan dyra og svona laga það sem þurft að laga og sundskálinn aftur komin í stand en svo erum við svona að reyna að finna einhverja leið að opna hann fyrir almenningi. En ef þú útskýrir aðeins betur hvar þessi laug nákvæmlega liggur ef einhver vill feta í fótspor Bakkabræðra? Já, þetta er nú sko Húsabakki í Svarfaðardal er gamall heimavistarskóli sem er orðinn að gisti heimili og hóteli og þarna er líka náttúrusetur með sýningu fugla. Og þetta er beint þar fyrir ofan, þetta er svona, hvað maður segja, þetta er svona hálftíma, 20 mínútna gangur upp í fjallinu og merktur slóði með stikum. Þannig þetta er alveg upplagt fyrir fólk eða vil fara að fá sér gönguferð að koma hér og taka af sér skóna. Það er sérstaklega upplifun að taka af sér skóna og ganga berfættur hérna upp hlíðina, fá sér fótabað, horfa hér á útsýni, hér út Eyjafjörðinn, maður sér Hrísey og Rólsker og hér sér maður Grímsey í betra veðri en þessu og sitja hér einhverja stund og hugleiða og ganga svo aftur niður til. Svo getur maður líka haldið áfram og þá kemst maður hérna upp á Nikurtjörn sem er hérna upp svona 900 metra hér upp í fjallinu og altså 900 metra hæð, þannig að lengri gönguleið. Og í þriðja lagi þá er sem sé svona hringleið, þá fer maður hér fram að Steindyrum, gengur merkta gönguleið upp að Nikurtjörn, kemur svo hérna niður og endar ferðina á því að taka sér fótabað hér og ganga svo berfættur niður á Húsabakka. Það hljómar reyndar mjög vel, en vatnið hérna, það er bara nokkuð notalegt hitastig á því og það er mjög tært, þannig að maður skilur eiginlega ekki hvernig þeir fóru að því að tína fótunum á sér, Bakkabræður á sínum tíma. Nei, maður skilur ekki allt varðandi Bakkabræður, en við viljum samt meina sko, þeir hafi verið á mörgum leyti á undan sinni samtíð, þeir voru með svona tilraunir, ljósfræðilega tilraunir, til dæmis í sambandi með, það er til dæmis alveg svona vísindalega sannað núna, það er hægt að flytja ljós með þessum hætti, ég kann ekki alveg að skýra það, að byggja ljóslausa stofu og moka inn ljósinu með húfunum. Þeir voru sem sé í svona tilraunastarfsemi og kannski voru þeir svolítið utan við sig og þetta með að flækja saman fæturna, það er einmitt bara svona, þetta er svona meira hugarástand heldur en eitthvað annað. En þeir voru snyrtimenni, það er alveg á hreinu. Þeir var ekki sama að vera með táfílu. Maður fer héðan með hreinar tær. Já, algjörlega. Í Dalvíkurbyggð eins og víða á Norðurlandi eru góðar aðstæður til hvalaskoðunar. Búðir upp á hvalaskoðunarferðir frá 2 stöðum í sveitafélaginu, Hauganesi og Dalvík. Stundum erum við að fara alveg inn að Hjalteyri og svo erum við að fara alveg út að Hvammdalabjörgum. Þannig að það má eiginlega segja að það sé svæði sko. Og oft er þetta í kringum Hrísey sem ég veist mjög skemmtilegt. Það er svona skemmtilegasta siglingin er að fara hringinn í kringum Hrísey. Og það er oft bara hellingslíf þar, hnísur, höfrungar, hnúfubakkur, hrefnar og svo steypireyðurinn við erum oftast að sjá hann norðan við Hrísey. Þannig að það er svona, þú veist, draumaferðin mín er að fara alltaf norður fyrir Hrísey og svo annaðhvort á hringinn eða þar í kring og Rólsker. Það eru höfrungar bara mjög oft. Það er bara gaman að geta sýnt sem mest. En svo erum við að veiða í hver einustu ferð. Við erum að stoppa í 15 mínútur og leyfa fólki að veiða eða sýna þeim hvernig sé hægt að fá fisk á 15 mínútum. Og það er oft
það oft toppar ferðirnar og ef það ekki góð ferð þá það allavega svona einhver sárabót. Þannig að fólk mjög ánægt með það og yfirleitt fær fólk fara að smakka eftir ferðina fiskinn sem við veitum. Þannig að það oft alveg gríðarleg gleði eftir hverja ferð og ég held að við séum að bjóða mjög mikla upplifun í hverri hvalaskoðunarferð sem 3 tímar, sem svona gegnum gangandi ferðirnar sem eru hvalaskoðun á Íslandi. Það eru 3 tímar og þetta svona, hún full af ævintýrum þessi ferð, já. Það þarf enginn að vera svangur í Dalvíkurbyggð en þar fjöldi veitinga og kaffihúsa. Á svæðinu eru einnig margir möguleikar þegar kemur að gistingu. Gistihúsið Gimli einn þeirra, sem grænt gistiheimili, þar sem áhersla lögð á endurvinnslu og umhverfisvænan lífstíl. Það þýðir í raun og það að við erum vottuð sem grænt hostel, eða farfuglaheimili, og við erum búin að uppfylla það ákveðin skilyrði sem að farfuglasamtökin setja sér í að endurvinna og flokka úrgang og rusl og við erum að gera ýmislegt eins og skiptum perur og þegar springur pera þá kemur sparpera í staðinn eða lettpera og svo ýmislegt annað sem fylgir þessu eins og til dæmis að hvetja fólk til að samnýta bíla og nota almenningssamgöngur. Fylgjast með orkunotkunni og mæla það og fylgjast með því hver mánaðamót, hvort það hægt að spara þar og gera betur á þeim sviðum. Okkar stefna hefur alltaf verið þannig að kaupa sem minnst af nýjum hlutum eða húsgögnum. Við höfum alltaf haft áhuga á gömlu og endurnýta gömul húsgögn og gamla hluti og það sem einn hættur að nota getum við svo sannarlega nýtt okkur og miklu fleiri og sorglegt til þess að hugsa hvað búið að henda miklu og mörgum nýtilegum hlutum. En sem betur fyrir með tilkomu þessara gáma á gámasvæðunum að þá gefst fólki kostur á að taka hlutinn sem einn hefur ekki getað nýtt sér og þetta alltaf orðið vinsælla sem betur fyrir því að það ekkert mál að mála og púsa og spasla og gera hlutin að sínum og það hefur við alltaf haft að leiðarljósi að bara skapa eitthvað úr þessum gömlu hlutum. Það eitt sem ég ætla að nefna er við bjóðum upp á morgunmat á kaffihúsi sem við rekum hérna í bænum líka og þar til dæmis eru ákveðin þættir sem þarf að uppfylla með til dæmis að vera með heimatilbúið og lífrænt og vottað og svona. Við þurfum að fá vottun á kaffi jafnvel eða að tryggja það að mjólkin sé nú vel unnin eða eitthvað slíkt. Það alls konar skilyrði og það mjög mikið spurt þar til dæmis hvaðan koma eggin eða hver gerði þetta síróp og allt þetta sko. Og það smá svona skíðastemning þegar maður lappar inn að því það eru skíði upp eftir veggjum og gamlir gönguskór. Hvar hafið þið fengið allt þetta gamla dót? Við erum náttúrulega búin að safna gamlu dóti bara síðan að við vorum ung, eða kringum 20. Þú sér það að fyrstu skíðin Heiðu eru orðin gömul. Já, svo bara orðið þannig að fólk kemur með hluti og gefur okkur, það vill ekki henda því, vill sjá það í notkun einhvers staðar og ekki að loka þetta inn í skáp eða bílskúrum og við reynum að hafa þetta sem mest sýnilegt því að fólk hefur virkilega gaman að þessu og svona erum við að taka mikið á móti fjallaskíða eða skíðahópum yfir veturinn. Við erum að fá gríðarlega aukningu í fjallaskíðahópa og þá kemur fólk að utan og gagger til þess að ganga á fjöll og dvelja hérna hjá okkur kannski í viku og þá sjáum við morgunverð og nestispakka og jafnvel 3 rétta kvöldverð kvöldi þannig að þetta alltaf að vinda upp á sig og þetta, ég held bara Tröllaskaginn, þetta bara, traffíkin rétt að byrja, þetta á eftir að verða held ég alveg sprengja í þessari vetrarferðamennsku. Það er kannski gaman að minnast á þegar þau eru að flokka og þau eru að hvetja fólk til þess að sameinast í bíla en síðan erum við með smá svona rauðakrossverkefni í gangi og eitthvað saman við bækur sem það svo því. Já, við erum með bara smá bókahillu uppi og höfum verið duglega að samka okkur bókum og settum það í hilluna og þar gefst fólki kostur á að taka bækur og jafnvel skilja aðrar eftir sem það er búið að lesa, þurfi ekki að fara með það í Þetta eitthvað sem bara viðgengst á farfuglaheimilunum, gera þetta svona. Já. Svo nýtum við bækur og skreitum úr blaðsjónum sem hættir að lesa og kannski gamlar og ljóta bækur, það nýtum við okkur á kaffihúsinu og gömul blöð, erum með það á borðum og reynum að hafa bækurnar sýnilegar
hvetja fólk til að lesa meira. Þannig að það er bara allt nýtt. Og síðan getur fólk skilið eftir fötu einhverja aðra hluti og bara skipst á? Já, og svo erum við með körfu uppi þar sem að fólk getur skilið eftir það sem það þarf ekki á að halda eða farið í körfun og tekið það sem því vantar. Og við erum duglega að styrkja Rauða krossin, fara með fatnað þangað. Sem nú aðalega styrkur í því að Heiða kaupir alltaf þeim aftur. Ég kem alltaf með 2-3 poka með mér. Það er styrkur í því. Þannig að þetta hérna fyrir allt í hringi. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi í Dalvíkurbyggð, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði á svæðinu. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunni visittröllaskagi.is. Í næstu viku munum við gefa ykkur uppskrift að góðum degi í Mývatnssveit. Þangað til næst, verið sæl.